Komið sæl og góða kvöldi og verið hjartanlega velkomin í daglegan biblíulestur Frelsiskirkjunnar. Við erum búin að vera að lesa svona nánast daglega síðan 1. maí í orði Guðs og þvílík stórkostleg umbreytandi, lífsbreytandi, djúp viska og speki Guðs sem orð Guðs er. Og þvílík blessun að við skulum hafa þennan greiða aðgang að orði Guðs. Biblían er bönnuð í sumum löndum, spáðu því. Og við bara getum farið, labbað út í næstu bókabúð, keypt þessa bók, lesið henni eins mikið og við viljum, predikað á netinu, talað þetta, hist í hópum og við höfum alveg þvílíka blessun hérna á Íslandi að njóta þessa trúfrelsis og hafa þennan greiða aðgang af orði Guðs og af kristilegu samfélagi. Og við erum búin að vera að lesa í Markúsar guðspjalli, við erum búin að lesa, það er 3. guðspjalli sem við lesum í röð, við erum búin að lesa Jóhannesar guðspjall, við erum búin að lesa Lúkasar guðspjall og nú erum við að lesa Markúsar guðspjall og við erum komin í 13. kaflan og við ætlum að lesa núna 13. kaflan í kvöld, síðan ætlar Einar og eftir atvikum ég að predika þess út frá orðinu sem við erum að lesa, hvað er Guð að segja okkur í gegnum orð sitt, af því að Biblían það er Guð að tala til okkar og síðan viljum við biðja fyrir ykkur og þannig að endilega lesið með okkur og grípið Biblíun ykkar. Við erum að lesa 13. kaflan í Markúsar guðspjalli og hann er á blaðsíðu 63 í Nýja testamentinu í þessari 2007 þýðingu. Þannig að endilega flettið upp á blaðsíðu 63 í Nýja testamentinu og lesið með okkur. Rannsóknir hafa sýnt og staðfest stórkostleg jákvæð áhrif, bæði andleg, líkamleg og bara á öllum sviðum lífsins við að lesa í Biblíunni 4 sinnum í viku eða oftar. Og við viljum fá þau áhrif. Þannig að nú ætlum við að byrja að lesa 13. kaflan. Skelfust ekki. Þegar Jesús gekk út úr helgidómnum, segir einn lærisveina hans við hann: Meistari, sjáðu, hvílíkir steinar, hvílíkar byggingar. Jesús svaraði honum: Sérðu þessar miklu byggingar? Hér verður ekki steinn yfir steini, allt lagt í rúst. Þá Jesús sat á Olíufjallinu gegnt helgidóminum, spurði hann einslega þeir Pétur, Jakob og Jóhannes og Andrés: Seg þú okkur, hvenær verður þetta og hvert mun tákn þess að allt þetta sé að koma fram? En Jesús tók að segja þeim: Varist að láta nokkurn leið ykkur í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: Það er ég. Og marga munu þeir leiða í villu. En þegar þið spyrjið hernað og ófriðartíðindi, þá skelfist ekki. Þetta á að verða, en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verða landskjálftar á ýmsum stöðum og hungur. Þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Og þá erum við komin í 9. versið í 13. kafla í Markúsar guðspjalli. Verið vör yður, gætið að sjálfum yður. Menn munu draga yður fyrir dómstóla, í samkundum verður þér húðstríkt og þér munuð leidd fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna til þess að bera vitni mig. En fyrst á að predika öllum þjóðum fagnaðarerindið. Þegar menn taka yður og draga fyrir rétt, skuli þér ekki hafa áhyggjur af því hvað þér eigið að segja. Heldur talið það sem yður verður gefið á þeirri stundu. Það eru ekki þér sem talið, heldur talar heilagur andi í yður. Þá mun bróðir selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn munu rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða. Allir munu hata yður af því að þér trúið á mig. En sá sem staðfastur er allt til enda verður hólpinn. En þegar þér sjáið viðurstig eyðingarinnar standa þar síst skyldi, lesandinn athugi það, þá flýi þau sem í Júdeu eru til fjalla. Sá sem er uppi á þaki fari ekki ofan og inn í húsið að sækja neitt. Og sá sem er á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöfn sína. Vei þeim sem þungaðir eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Biðjið að það verði ekki vetur. Á þeim dögum verður sú þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi sköpunar, allt til þessa og mun aldrei verða.
Ef drottinn hefði ekki stytt þessa daga kæmist engin maður af, en hann hefur stytt þá vegna þeirra sem hann hefur útvalið. Og ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur, eða þar þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsspámenn, og þeir munu gera tákn svo að þeir gætu leitt hinn útvöldu afvega ef það væri hægt. Gætið yðar, ég hef sagt yður allt fyrir. Og þá erum við komin í 24. versið. Mannssonurinn kemur, og á þeim dögum eftir þrenging þessa mun sólin sortna og tunglið hætt að skína. Stjörnurnar munu hrapa af himni og festingin riðlast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum með miklu mætti og dýrð. Og hann mun senda út englana og safna sínum útvöldu úr áttunum fjórum frá skautum jarðar til himins skauta. Sumar í nánd. Þetta er 28. versið og áfram. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufin að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins skulu þér vita þegar þið sjáu þetta verða að endurinn í nánd fyrir dyrum. Sannlega segi ég yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta er komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Vakið, og þetta er 32. versið í 13. kaflanum í Markusarguðspjalli. En þann dag eða stund veit enginn, hvorki englar á himni, né sonurinn, enginn nema faðirinn. Gætið yðar vakið, þér vitið ekki nær tíminn er kominn. Svo er þetta sem maður fari úr landi, skilji við hús sitt og feli þjónum sínum umræðin, hverjum sitt verk. Dyraverðinum býður hann að vaka. Vakið því, þér vitið ekki nær húsbóndinn kemur að kveldi á miðnætti í óttu eða dögun. Látið hann ekki finna yður sofandi þegar hann kemur allt í einu. Það sem ég segi yður, það segi ég öllum, vakið. Og þar með lýkur 13. kaflanum í Markusarguðspjalli. Og Einar, viltu segja okkur hans frá þessum kafla? Það gerist í þessum kafla svipað og gerist á Daníels í spádómsbók hans, að Jesús byrjar að þeir fara að dásama hvað Jerúsalem er flott, og þeir segja hvílíkir steinar og hvílíkar byggingar, og þeir eru rosalega stoltir af þessu lærisveinið hvað Jerúsalem er flott. En Jesús segir að allt verði lagt í rúst. Það mun ekki standa steinn yfir steini. Og Pétur, Jakob, Jóhannes og Andri spyrja hann, hvenær verður þetta? Og hvert er tákn að allt þetta sé að koma fram? Og það sem Jesús gerir, hann lætur ekki duga að segja frá eyðingu Jerúsalem, heldur talar hann það sem getur gengið á, allt þangað til að hann kemur aftur. Þannig að kaflinn fjallar það að Jesú er útskýra Jerúsalem borgu verði eitt og lögði rúst, og hann segir líka frá því sem mun gerast fram að því að hann kemur aftur, og það hefur ekki ennþá gerst. Og hann segir við þá að eyðing Jerúsalem átti sér stað svona 35 árum eftir að Jesús sagði þetta. Það kom rómverskur her eftir uppreið gyðinga og lagði borginni rúst, rústaði musterinu, og íbúarnir voru teknir skildi farið með þá í burtu, og
margir voru seldir í þrældóm og mér skilst að það hefði orðið svo mikið offramboð á þrælum eftir þetta að það var verðfall á þrælamörkuðum í Róm. Og Jesús sagði við lærisveinana, þegar þetta gerist þá skuluð flýja. Ekki reyna að vera í borginni, ekki berjast, flýja. Svipað og Jeremía hafði sagt á sínum tíma þegar Babelkonungur sótti að borginni. En svo talar Jesú í þessum kafla tímabilið frá því að hann rís upp frá dauðum og til þess dags sem hann kemur aftur. Stundum greinilegt hvenær hann að tala eyðingu Jerúsalem sem átti sér stað árið 70 eftir Krist og hvenær hann að tala tímana fram að því að hann komi aftur, en á einstaka stöðum aðeins blörrað. En hann segir að margir komi fram í mínu nafni og segi ég Kristur, ég Jesú, ekki að hlusta á það. Hann segir þið munu heyra hernað og ófriðartíðindi en ekki vera hræddir. Þetta það sem Jesús gerir, hann ekki að fela staðreyndir til þess að þurfa ekki til að vera ekki ala ótta. Hann segir staðreyndirnar, hann segir frá því sem þetta að gerast, en gefur okkur hugrekki til að takast á við það. Þannig að hann flýr ekki staðreyndir, en talar hugrekki. Og hann segir þjóð mun rísa gegn þjóð, ríki gegn ríki, landskjálftar í ýmsum stöðum og hungur, þetta upp að fæðingarheiðana. Hann segir frá því að kristnir verða ofsóttir og það hafa átt sér stað þvílíkar ofsóknir í gegnum aldirnar að það tekur engu tali. Þeir verði húsdrýttir, farið með það fyrir landshöfðingja, það muni heilagar andi gefa okkur orð að mæla frammi fyrir höfðingjónum og það verði allt gríðarleg sundrung, fjölskyldur sundrast út af fagnaðarerindinu og sumir gangi lit þeirra sem ofsækja kristna meðan aðrir ganga vegi með Guði og svona lýsir hann þessu. Og svo segir að þegar þið sögðu viður stig eyðingarinn að standa það sem síst skildi, þá skulu flýi þeir sem eru Júdear til fjalla. Og það þannig að Jesús sagði bara við þá, þegar þið sjáu þetta gerast og lærisveinarnir sáu þetta gerast, þið lifðu þetta flestir, þá bara flýið þið til fjalla, ekki verið í borginni, flýið þið bara. Og ekki, þegar þið eru upp að þaki, hann fer ekki inn í húsið að sækja neitt, hann bara drífur sig í burtu. Og svo segir hann frá því, þegar að þrengingarnar miklu verða. Þær hafa ekki enn átt sér stað, en hann segir alltaf verið hugraustir. Hann þegir ekki til þess að vera ekki hræddir, hann segir frá öllu, en gefur okkur hugrekki. Og hann segir ekki trúa neinu sem þykist vera Kristur, endurborinn og ganga hérna Og hann segir að þegar þessar miklu þrengingar hafa til stað, það muni sólin sortna, tunglið hætt að skína, stjörnur hrapa himni og festingin riðlast. Og þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum með mætti og mikill dýrð. Þá safnar hann sínum útvöldu saman. Það sagt frá því í Daniel, þegar Jesús kemur í skýjum himins. Það hefur enn ekki gerst, en það sagt frá þessu í spádómsbók Daniels, það sagt frá þessum atburði í Sakaría, það sagt frá honum hérna í Guðspjöllunum, í Opinberabókinni og víðar. Og svo segir hann okkur að við getum samt þekkt tíma og tíðir. Hann segir að þeir eru með fíkjutré, þá getum við skoða fíkjutréð og séð hvenær það er mýkjast og laufin að springa út og þegar það byrjar, þá vitið að sumarið er nánd. Hann segir þegar þið sjáið þessar hluti byrja að gerast, þá hérna endurkoma fyrir dyrum og svo kynslóð sem sér allt þetta gerast, hún mun ekki líða undir lok, þá vil allt komið fram og Jesús kominn aftur. Og hann segir heiminn og jörð líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða.
En svo segir hann að dagurinn og stundina þegar ég kem aftur veit enginn. Verið vakinn og verið viðbúinn. Ekki vera að lifa lífinu í því sem er rangt í þessari veröld, og sem er með fjármála, vímuefna, glæpa. Verið viðbúnir því að mæta mér þegar ég kem aftur og gera mig sóma. Og hann segir vakið því að veit ekki hvenær húsbóndinn kemur. Láta hann ekki finna ykkur sofandi þegar hann kemur allt í einu. Það sem ég segi yður, það segi ég öllum vakið. Og það sem boðskapurinn segir, Jerúsalem verður eitt, það er búið að gerast, það er búið að byggja borgin upp aftur, ekki musterið samt. Og það er búið og þessar þrengingar er búin að eiga sér stað margar, og það er einhverja mikla þrengingar eftir sem sennilega snúa að gyðingum ekkert síst. Og hann segir, ég kem aftur og enginn veit daginn eða stundina. Amen. Amen. Getur aðeins sagt okkur þarna frá því sem er verið að segja frá því 27. og 27. versina sem að það stendur, þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi með miklu mætt og dýr og hann mun senda út engla og safna sínum útvöldu úr 4 frá skautum jarðar til himins skauta. Getur bara sagt okkur aðeins frá því, hvað er átt við með þessu? Hvað meinar þegar hann kemur aftur að hann sé að senda út engla og safna sínum útvöldu úr 4? Já, sko, það sem er að í Sakaría og Póstólasögunni, sko, í Póstólasögunni stóð Jesú á Olíufjallinu þegar hann var hrifinn burt og hvarfinn í skýin. Lærisveinarnir góndu upp í skýin og þá standa englar hjá þeim og segja, Jesús sem fór með þessum hætti kemur aftur á sama hátt. Já. Og í bók Sakarías spámanns skrifuð nokkrum öldum áður, þar kemur fram að Jesús mun stíga á Olíufjalli þegar hann kemur til að taka völdin og Olíufjalli mun meira sér klofna. Olíufjalli er í Jerúsalem og það er meðal annars Getsemanni garðurinn. Og þegar hann kemur, þá mun Jesú safna hinum kristnu saman sem hafa gefið honum líf sitt og leyft honum að endurfæða anda sinn og hjarta sitt, að hann mun safna þeim saman úr öllum áttum og við munum vera með honum. Amen. Amen. Þannig að þegar að Jesús kemur tilbaka, þeir kristnu einstaklingar sem eru lifandi á jörðinni þá, hann sækir þá. Hann kemur og sækir þá og það eru þessir útvöldu sem fjallar þarna um. Já. En hvað verður þá sem að hafa ekki tekið á móti Jesú og ekki frelsast þegar þetta gerst, þegar Jesús kemur tilbaka? Sko, það er þannig með þessa spádóma að sumt í þeim er rosalega skýrt, meðan annað er það ekki. En það er sem sagt að það er svona, það er ekki allir að lesa nákvæmlega saman út úr textunum en sem sagt það er að segja í hvaða röð atburðirnir eiga sér stað sem spádómarnir fjallum. En sem sagt Biblían lofar okkur því að við tækifæri til að snúa okkur til Jesú fram að því hann komi aftur. Það er ekkert lofar hvað getur gerst eftir það. Og síðan mun Guð halda dóm, þar sem allir í synd verður útrýmt. Og en hann hefur endurfætt okkur til lífs til að lifa með honum eilífu. Og hann umbreytir líf okkar þannig að sem er rangt í okkar lífi, það mun hverfa. Amen. Og við tökum á móti Jesú með því að velja að trúa á hann. Það stendur í orði Guðs að sá sem trúir í hjartanu að Jesús er drottinn og játar með munninum, hann verður hólpinn. Þegar við stígum þetta skref sem er kallað að frelsast eða endurfæðast, þá kemur andi Guðs inn í andan okkar, endurfæðir hann, við fáum nýjan anda, fæddar hann Guði og þannig verðum við synir dætur Guðs.
Og þannig verðum við þessi útvöldu sem að Jesús mun sækja þegar hann kemur aftur til jörðarinnar. Og það segir í orðinu þegar hann segir að himinn og jörð mun undir lok líða en orð mitt mun aldrei líða undir lok, að hann mun eyða þessari jörðu hérna. Og hann mun skapa nýja jörð og nýjan himinn og allt þetta efnislega mun í rauninni brenna upp. Já, og það þannig að Kristur kemur sem konungur og hans ríki tekur engan enda og þú getur valið að gerast ríkisborgari í ríki Guðs og þú getur gert það núna í kvöld. Já. Og það gerir með því að játa Jesús sem þinn drottinn og konung og gangast honum á hönd. Já. Og ef þú gerir það, þá segir Jesús, já, vertu velkomin inn í mitt ríki ég. Þannig að við skulum biðja bara þessa bæn núna og hafa þann eftir mér og þannig stígur inn í þetta ríki. Kæri Jesús. Kæri Jesús. Ég gef þér líf mitt. Ég gef þér líf mitt. Þú ert minn drottinn og Guð. Þú ert minn drottinn og Guð. Ég gef þér mitt hjarta. Ég gef þér mitt hjarta. Og þú mátt koma þar inn. Og þú mátt koma þar inn. Ég trúi að þú lifir í dag. Ég trúi að þú lifir í dag. Og þú hefur tekið við mér inn í ríkið þitt. Og þú hefur tekið við mér inn í ríkið þitt. Amen. Amen. Ef þú hefur sagt þetta í fullri alvöru, þá hefur gengið inn í ríki hans og mun tilheyra því að eilífu. Amen. Til að hafa ekki með það skref. Og nú ætlum við að biðja fyrir ykkur. Faðir, við biðjum fyrir öllum þeim sem að hlusta og eiga eftir að hlusta og við bara þakka þér fyrir að þú hefur sett hungur og þrá eftir orðið þínu inn í hjört okkar. Í Jesú nafni sendi ég orð þitt sem læknar, í Jesú nafni sendi ég orð þitt sem umbreytir og í Jesú nafni sendi ég orð þitt inn í sérhvert hjarta sem að hlusta, að því að orð þitt mun aldrei líða undir lok. Orð þitt eilíf speki og eilíf viska og ég þakka þér fyrir að þín speki, þín viska fyllir hjörtu okkar allra, fyllir hugan okkar og bara hrekur burt myrkrið. Og ég þakka þér fyrir að þú segir í orðið þín að við eigum ekki að skelfast og við eigum ekki að óttast og í Jesú nafni þá tala ég bara þetta orð þitt inn í sérhvert hjarta. Þitt hjarta það hvorki skelfist né óttast í Jesú nafni. Og ég brýt bönd óvinarins af þér og ég losa allar keðjur og allt sem hefur haldið aftur af þér og ég segi bara í Jesú nafni gaktu út í trú. Gaktu út í trú með Jesú og ég bara tek allar hulu sem hefur verið yfir augunum á þér, yfir eyrunum á þér af og ég afmáðu allan dofa sem hefur verið yfir þér og ég tala bara skýrleika Guðs, ég tala visku Guðs og ég tala blessun Guðs inn í hjartað, inn í hugan þinn og inn í líf þitt núna í Jesú heilaga nafni. Amen. 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 Takk kærlega fyrir að lesa með okkur í kvöld. Við ætlum að vera hérna aftur annað kvöld og þá ætlum við að lesa 14. kaplan í Markúsar Guðspjalli. Það ekki nema 16 kaplar í öllu Guðspjallinu, þannig að við erum að vera búið með þetta Guðspjall. Hlakka til að lesa með okkur öllum annað kvöld. Takk fyrir okkur. Bless, bless. Bless, bless.